hérna núna því að ég fékk þá hugmynd að það væri gaman fyrir Fjarðabyggð að vera með jólatré í öllum byggðakjörnunum sem væru frá Fjarðabyggð. Á næstu misserum verður unnið að viðbót við snjóflóðavarnargarð fyrir ofan Neskaupstað. Þessi skógarlundur þarf því að víkja. Fjarðabyggð hefur ákveðið að nýta skóginn á sem bestan hátt. Við höfum lagt mikla áherslu á það í gegnum tíðina frá því að þessi byrjaði að byggja þessi mannvirki núna 2011 og 12 að vera í góðu samráði við íbúana. Og við sjáum það núna að þegar garðarnir eru komnir sem hafa verið byggðir, að þeir hafa oft verið nánast aðlagðir að skógrækt þar sem við höfum getað gert það með einhvern svona vitrænum hætti. Og svo höfum við náttúrulega fengið íbúana með okkur lið til þess að hanna gönguleiðir og göngustíga, enda má segja að þetta sé mjög gott fyrir samfélagið að náttúrulega fá þessa garða, þar að segja að auka hér náttúrulega öryggi fólks fyrst og fremst og síðan að verja hér eignir. En í þriðja lagi líka að auka lífsgæði fólks hér, þannig að það geti gengið og nota þessa garða sem núna búið að gera göngustigi í víða. Og síðan byrjað að hanna núna fyrir næstu garða sem að koma og því miður þá hluti af skógræktinni sem þarf þá að víkja. Við erum fyrir ofan Blómstuvelli 15 og hér gamall skógareitur sem að Eyþór, garðyrkjufræðingur og mikill svona garðyrkjumaður, byrjaði að setja niður tré fyrir nokkrum áratugum síðan og til að skýla þeim húsum sem stóðu hér efst í byggðinni. Og þetta voru samsett, hugsa ég honum, sem snjóflóðavarnir. Já, fyrstu varnirnar hér í Neskaupstað. Já, hann gerði fleiri svona reiti. Þetta ekki eina svæði, en þessu hefur verið vel við haldið af síðan síðari ábúendum. Og það Halldór og Björg sem búa núna í Blómstuvellum 15. Skógræktarfélagið Neskaupstaðar verður úthlutað 9 skógræktarsvæði. Einnig mun félagið fá þau tré bætt af ofanflóðasjóði sem verða að víkja. Við höfum verið núna í nánu samráði við skógræktina hér það með hvað hægt að nýta þessi tré. Núna eru jólin framundan og mjög gott að geta þá nýtt þau til þess að skaffa bæjarkjörnunum í Fjarðabyggð jólatré. Við höfum þurft að sækja jólatré annað, út fyrir sveitarfélagið, þannig að það nýbreytni að við séum að fá allavega hér jólatré úr sveitarfélaginu fyrir alla byggðakjarna í Fjarðabyggð. Síðustu ár hefur Fjarðabyggð fengið til sín jólatré alla leið frá frændum okkar Dönum, en bærinn Esbjerg vinabær Fjarðabyggðar. En við ætlum núna að búa til einhvers konar Esbjerg-lund hér og voru greiða núna tilbaka þessa fallegu gjafi sem við fengið undanfarin ár með því að gróðursetja tré hér í lundi sem við ætlum að kalla Esbjerg-lundin. Allavega við erum að færast í þessa átt. Í hverjum byggðakjarna innan Fjarðabyggðar eru starfandi skógræktarfélög og alltaf verið að efla samstarf þeirra á milli. Nú til dæmis verið að skipuleggja við Reyðarfjörð og þar skógræktin búin að vera með mikla ræktun undanfarin ár og þar verið að skipuleggja núna bæði svæði fyrir skotæfingasvæði og eins fyrir vélhjólabrautir. Þetta fallega svæði mikil prýði og greinilegt að vel hefur verið staðið að skipulagningu og plöntun. Svæði eins og þetta geymir margar sögur. Það þannig að ég hringdi í Halldór og Björgu í morgun að þá sagði hann mér frá skemmtilegri sögu sem á þeim tíma þótti hún ekki skemmtileg. Það var þannig að hér voru börn að leik, barnabörn Eyþórs sem þau voru hér að leik í skógræktarlundinum. Trén voru ekkert rosalega stór. Og þetta svona kringu 1970-72 á því bili og þau eru að leiksa með elspýtur. Og það fór þannig að það var mikil sina og þau kveiktu í og það yrðu allir rosalega stressaðir. Héldu nefnilega að hann Eyþór yrði mjög reiður. En barnabarn Eyþórs sagði mér það í morgun, ég hitti hann og hann sagði mér það að Eyþór hefði alls ekki verið reiður. Hann var meira svolítið glaður. Því að hann sá það að trén átti svo erfitt uppdráttar í sinunni. En nú þegar sinan, hann var laus við hana, að þá skutust þau upp. Já, hann var eiginlega frisk og hress. Lán í óláni? Já, lán í óláni. Auðvitað náttúrulega eitthvað af trjánum sem fórust, en það sem eftir var, það óx með miklum ágætum. Það alltaf leitt að sjá eftir fullræktuðum skógarlundum og því vill sveitarfélagið nýta þann við sem fellur til. Temper! Og við sjáum fyrir, vorum að undirrita áðan viljayfirlýsingu við skógræktarfélagið hér það að nýta það sem kemur úr þessum skógi til
ýmiss konar verkefna í sveitarfélaginu. Ég veit nú ekki nákvæmlega hvaða verkefni, en það þá einhvers konar bekkir og annað sem má nýta til samfélagsins hér úr skóginum. Þannig að þarna bara verið að reyna að gera mjög jákvæða hluti úr því sem kannski ekki skemmtilegt. Það ekki gaman að fella þessi tré. En gott að það næst svona gott samstarf við skógræktar fólk þetta sem er náttúrulega búið að hugsa, planta þessu gegnum árin, þessum trjám og finnst náttúrulega sjálft að sjá eftir þeim. En við erum þá að reyna að koma þessi í, fallegan og góðan farveg og umhverfisvænan. Já, og þetta fer ekkert úr sveitarfélaginu? Og það fer ekki úr sveitarfélaginu. Það skiptir líka miklu máli. Jólatrén voru svo tendruð í Fjarðabyggð síðustu helgi og íbúar Reyðarfjarðar glöddust yfir fallega trénu sínu.